Á síðustu árum hefur Shin Lim orðið einn af þekktustu töframönnum í heimi eftir að hafa verið krýndur heimsmeistari á heimsmeistaramótinu í töfrabrögðum árið 2015. En hann mun halda sýningu í Andrews Theatre á Ásbrú þann 10. júní næstkomandi. Sýning Shin troðfull af ótrúlegum töfrabrögðum og mögnuðum sjónkörfingum, en hann leyfir áhorfendum að taka virkan þátt í sýningunni. Einnig mun Einar Mikael töframaður sem hefur notið mikilla vinsælda meðal yngri kynslóðarinnar, Daniel Örn töframaður og John Thomas galdramaður taka þátt í sýningunni með Shin. Já, þetta má eiginlega segja að þetta sé eitt stærsti töfra viðburður Íslandssögunnar sem á sér stað hérna Andrews Theatre. Við ætlum að setja upp sýninguna núna laugardagskvöldi 10. júní klukkan 19:30 og þetta er einstakt tilefni því að við erum að fá heimsmeistarinn í töfrabrögðum til þess að koma hérna og halda sýningu með okkur. Og þetta má eiginlega segja að þetta er einn hæfileikaríkasti töframaður sem hefur labbað á jörðinni. Hann heitir Shin Lim, hann vann heimsmeistaramótið í töfrabrögðum árið 2015. Hann er núna búinn að ferðast allan heim og hann nýlega kominn frá Vegas og búinn að vera í Kína og svona. Svo hann er mjög þétt bókaður og er rosa ánægður að fá þetta tækifæri til þess að setja upp sýningu hérna með hann. Og það verða þrír færustu töframenn Íslands sem taka þátt í sýningunni. Ég er einn þeirra, Daniel Örn Sigurðsson og John Thomas galdramaður og síðan verður íslensk góðsögn sem er búin að vera í hléi núna í 10 ár en þessi einstaklingur ætlar að koma með okkur líka og setja upp stórkostlegt sjó og vera partur af þessu með okkur. Ég myndi segja að við erum búin að æfa stíft og allir okkar og sérstaklega til þess að halda í við heimsmeistarana. Þetta verður bara heimsklassa sýning með öllu okkar besta. Ég til dæmis ætla að setja 8 ára mínum ferli í eina stórkostlega upplifun fyrir fólk. Svo þetta verður líka að fá ykkur að taka þátt, koma upp á svið og svona, ykkur krakka að fá að taka þátt líka. Svo þetta er bara stórkostleg fjölskyldu upplifun plús það að heimsmeistarinn ætlar að hann er með eitthvað alveg sér íslenskan galdur sem hann ætlar að leyfa okkur að upplifa því að hann er mjög hrifinn af land og þjóð. Hvernig fenguð þig svo Sim til að vinna með ykkur? Ég bara sendi fyrirspurn, ég er svo duglegur að spurja því að þú spurði ekki að fara ekki svar sko. Og það sem ég bara sendi fyrirspurn á umboðsmanninn hans og hann sagði bara wow, ok, og sendi svona nokkra linka af Íslandi og sýndi hvað landi er nú stórkostlega fallegt og síðan hafði hann séð vídeóið með Justin Bieber líka sko, hann hefði séð það sko, hann sagði, og þá kom þessi tenging sko, hann var að veltaði fyrir sér hvort hann geti tekið upp hérna á Íslandi, í þessu umhverfi eins og Justin Bieber var að gera sko. Og það er það sem við ætlum að gera, hann ætlar að sameina sumarfrí og sýningar, svo það það var Íslandstengingin, það var fegurðin á Íslandi og þetta er töfraland sem við búum í og það var í rauninu svona það sem við fékk hann til þess að kíkja hingað sko. Well, actually, I had no idea I was going to Iceland. Actually, my manager, my mom, actually contacted Michael, and then they were talking for a bit back and forth. And then, he asked me, "Hey, do you want to come over to Iceland and maybe do a show?" And so I was like, "Heck yeah!" Because I've seen so many beautiful pictures of Iceland before, and I know a lot of my American friends come here a lot to travel. I've only been to the Reykjavik airport. That's as far as I went. So I was like, "Yeah, of course I'll do it," because to sightsee and meet the people and everything. Yeah. What are you going to show people? Well, I'm going to be performing 2 of my FISM acts, and so FISM stands for Federation International Society of Magicians. It's kind of like the Olympics of magic, and so both of acts have won, FISM awards. So it's really exciting. And then the third act is a brand new act that no one's ever seen before. So you guys will be the first ones to watch it. Yeah. It was because all the cards look the same, so we kind of make it different. Maybe we add a crease to the card. So maybe we fold it like this. Okay. This way it looks different from the entire deck. Can you actually open up your mouth and bite onto the card? Good. All right, cool. We'll take a random card, the Joker. Okay. Let's see. I'll write my name. Okay. You see that right over there? That's my signature, sort of. All right, we'll make this different as well. We're going to fold it as well. Okay. All right, now. Okay, watch. Here you go. Watch. Put your card away. Yeah, okay, it's switch. So I had the Joker, but now I'm pretty sure in my mouth I have the Queen with your signature so that you can check the card in your mouth. Ertu ekki að grínast? Hvernig? Oh my god. Yeah. Okay, I'm Don't touch it, it's pretty gross.